Sé þá fund í bæjarstjórn settan, þetta er fundur númer 3489 og fyrir okkur liggur dagskrá í 8 liðum. Fyrsti liður á dagskrá fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2021-2024 til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram viðauki nr. 1 fyrir fjárhagsárið 2021 en viðaukin er vegna kjarasamninga við starfsfólk tónlistarskólans samtals upp á 27,3 milljónir króna. Útgjaldaaukning viðaukans er mætt með tilfærslu úr launapotti fræðslusviðs og hefur því ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu málaflokksins né aðalsjóðs. Þannig að þetta má segja að þetta sé fyrst og fremst bara formsatriði, þannig að þetta sé á réttum stað í fjárhagsáætlun okkar fyrir árið 2021. En þetta er hér lagt fram til samþykktar í bæjarstjórn og var samþykkt í bæjarráði 11. febrúar síðastliðinn. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið máli sínu orðið er laust þennan lið sem enginn hefur hvað sér hljós. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það eru 11. Þá koma öðru liða dagskrá, lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarbæ, endurskoðun, fyrri umræða og ég ætla að biðja bæjarforsetann að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls þegar hann er búinn að setja upp grímuna. Það veit ekki hvort maður taka gleraugun af eða grímuna. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er komið til umræðu ný lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarbæ. Svo sem nú í gildi frá árinu 2009 og því má segja að sé kannski komið tími til að endurskoða hennar. Samkvæmt lögum lögreglusamþykktir nr. 36/1988 er sveitarfélögum heimilt að setja sér lögreglusamþykkt. Í 3. grein laganna er kveðið á hvað skal vera í lögreglusamþykkt en þar segir með leyfi forseta: í lögreglusamþykkt skal eftir því sem þurfa þykir kveða á það sem varðar allsherjarreglu, svo sem a. reglu og velsæmi á og við almannafæri, allt sem lýtur að því að draga úr hættu og óþægindum, greiða fyrir umferð og tryggja öryggi fólks, friðun og vernd mannvirkja og opinna svæða, hvernig stuðla má að góðri umgengni og hreinlæti á almannafæri. B. Opnunar- og lokunartíma veitingastaða, skemmtanahald og hvernig skemmtunum og öðrum samkomum skuli markaður tími. C. Verslun og aðra atvinnu á almannafæri að leyfi þurfi til þess að hafa á tilteknum stað sölu, leigu eða afgreiðslu ökutækja, að leyfi þurfi til þess að reka skemmti eða leiktæki gegn borgun. Og D. Meðferð dýra til þess að varna því að tjón hljótist af því þegar skepnur ganga lausar eða eru í vanhirðu. Þá skuli í lögreglusamþykkt vera ákvæði það hvernig greiða skuli þau útgjöld sem hin ýmsu ákvæði hennar hafa í för með sér. Ráðherra hefur síðan sett reglugerð lögreglusamþykkt nr. 1127/2007 sem er nokkurs konar fyrirmyndarsamþykkt. Bæjarlögmaður hefur haft umsjón með breytingum á lögreglusamþykkt og leitað umsagna hjá starfsmönnum skipulagssviðs, umhverfis- og mannvirkjasviðs, velferðarsviðs, heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra og lögreglustjórans Norðurlandi eystra. Helstu breytingar fyrir utan orðalagsbreytingar og breytingar á heiti nýrra laga eða reglna eru eftirfarandi með leyfi forseta. Í 4. grein er kveðið á að heimilt er að raska næturró með sorphreinsun frá klukkan 6 að morgni en áður hafi það bara átt við snjómokstur eða þá frá klukkan 5. Í 2. málsgrein 10. greinar er bætt við heitum og ökutækjum sem óheimilt er að gista á almannafæri en það er bætt við fellihýsum og öðrum ökutækjum sem útbúin eru til gistingar. Í 3. málsgrein 11. greinar er nýtt ákvæði verklag við beiðnir tímabundna lokun gatna fyrir umferð. Þar sem kveðið er á samráð við lögreglu og slökkvilið. Í 4. málsgrein 19. greinar er hnykkt á því að bann við að leggja vörubifreiðum sem eru 5 tonn að leyfðri heildarþyngd eða meira og fólksflutningabifreiðum sem flytja með 10 farþega eða fleiri gildi einnig í íbúagötum. Í 20. grein er vísað til heimildar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra fyrir hönd Akureyrarbæjar að fjarlæga skráningarskyldu ökutæki án skráningarmerkja, þá er frestur til vörslu styttur í 30 daga úr 45 dögum. Í 3. til 6. málsgrein 22. greinar eru ný ákvæði sem eiga rót að rekja til Fólkvanga, Glerárdals og Krossnesborga
og varða meðal annars bann við akstri vélknúinna ökutækja, en þar segir annars með leyfi forseta: bannað að aka vélknúnum ökutækjum utan vega innan marka fólksvagns á Glerárdal. Heimilt þó að aka vélknúnum ökutækjum á snæviþakinni og frosinni jörð, svo fremi ekki skapist hætta á náttúruspjöllum. Þá segir í sömu grein að umferð loftfæra óheimil, það fjarstýrð loftför og þyrlur fólkvangana. Þá eru ákvæði undanþágur og ákvæði þyrlulendingar innan lögsagnarumdæmis Akureyrarbæjar. Í 26. grein búið að taka út ákvæði hvenær heimilt að hafa veitingastæði opna með vísan til laga helgidagafrið, nr. 37/1997. En lögin heita nú lög frið vegna helgihalds og hafa ekki lengur að geyma slík ákvæði. Í 28. grein að finna nýtt ákvæði unglingadansleki. Í 4. málsgrein 31. greinar síðan nýtt ákvæði þess efnis að rekstur hrossa sé einungis heimilaður í bæjarlandinu samkvæmt sérstökum reglum sem hestamannafélagið léttir setur með samþykki Akureyrarbæjar og að regluna skuli auglýsa sérstaklega. Þessi endurskoðun á lögreglusamþykkt hófst árið 2018 en var frestað meðal annars vegna vinnu á innleiðingu persónuverndarlöggjafar. Vorið 2018, þegar flest breytingarákvæði voru komin inn í drög að lögreglusamþykkt, voru drög að breytingum auglýst og bæjarbúum gert kleift að gera athugasemdir. 4 athugasemdir báru sem tekið hefur verið tillit til. Samkvæmt 4. grein laga lögreglusamþykkt semur sveitarstjórn frumvarp til lögreglusamþykktar og sendi dómsmálaráðuneytinu til staðfestingar. Samanber og 1. tölulið 1. málsgreinar 110. greinar sveitarstjórnarlaga. Þar sem segir að dómsmálaráðherra hefur eftirlit við staðfestingu reglna sveitarfélaga hafi ráðherra verið falið það hlutverk. Ráðherra sendi lögreglusamþykkt síðan til birtingar í stjórnartíðindum. Þar sem ráðherra staðfestir samþykktirnar þarf bæjarstjórn að hafa 2 umræður í bæjarstjórn með að minnstakosti 1 viku millibili samþykktirnar. Og samþykktin sem sagt hér til fyrri umræðu nú. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og orðið laust. Það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að vísa þessu til annarra umræðu í bæjarstjórn gefur merki. Það 11, takk fyrir það. Þá kom að 3. lið á dagskrá Holtahverfi, breyting á aðalskipulagi, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, afsakið ég gleymi grímunni en ég kannski undanþeginn þar sem ég búið með COVID. Við erum að fjalla Holtahverfi, liður 5 í fundargerð skipulagsráðs, dagsettur 10. febrúar 2021, lögð fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 til að breytinga á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 fyrir íbúðasvæði IB17 og IB18 til samræmis við tillögu að deiliskipulagi sem auglýst var samhliða. Var skipulagsbreytingin auglýst 19. desember 2020 með athugasemdafresti til 1. febrúar 2021. Barst ein athugasemd auk umsagna frá Hörgársveit, Minjastofnun, Norðurorku og Ungmennaráði. Fyrir liggur tillaga svörum við efni athugasemdar og umsagna. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt óbreytt frá auglýstri tillögu og feli sviðsstjóra skipulagssviðs að senda hana Skipulagsstofnun til staðfestingar. Jafnframt að tillaga svörum efni athugasemda og umsagna verði samþykkt. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust þennan lið sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þess að geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það 11, þá kom að 4. lið á dagskrá Holtahverfi norður, deiliskipulag, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, liður 6 í fundargerð skipulagsráðs, dagsettur 10. febrúar 2021,
Lögðu fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 tillaga deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðis suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut frá Undirhlíð og norður að Hlíðabraut. Var deiliskipulagstillagan auglýst 19. desember 2020 til 1. febrúar 2021 samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins auk breytinga á afmörkun tveggja aðliggjandi deiliskipulagssvæða. Bárust 6 athugasemdabréf auk umsagna frá umhverfis- og mannvirkjasviði, Norðurorku, Vegagerðinni og Minjastofnun. Tillagan lögð fram með nokkrum minniháttar breytingum til að koma móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningatíma. Einnig lögð fram tillaga svörum við athugasemdum og umsögnum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagi verði samþykkt með minniháttar breytingum sem tilgreindir í gögnum og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá gildistöku þess. Jafnframt að svör við efni athugasemda og umsagna verði samþykkt. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust sem enginn hefur kvatt sér ljós þess að geta samþykkt þessa tillögu skipulagsráðs skifumerki. Það eru 11. Komið að 5. liða dagskrá. Það er Holtahverfi Sandgerðisbót, deiliskipulagsbreyting. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta ágætt, ég að safna skrefum, ég átaki. Liður 7 í fundargerð skipulagsráðs dagsetti 10. febrúar 2021 lögðu fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 tillaga breytingu á deiliskipulagi Sandgerðisbótar sem felst í breytingu á skipulagsmörkum. Engin athugasemd barst og skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan með minniháttar breytingum verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá gildistöku hennar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust sem enginn hefur kvatt sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs skifumerki. Það er 11. Koma að 7. liða dagskrá Holtahverfi, Stórholt, Lyngholt, deiliskipulagsbreyting og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, liður 8 í fundargerð skipulagsráðs dagsetti 10. febrúar 2021 lögðu fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 tillaga breytingu á deiliskipulagi Stórholts, Lyngholts sem felst í breytingu á skipulagsmörkum. Engin athugasemd barst, skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá gildistöku hennar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust sem enginn hefur kvatt sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs skifumerki. 11. Þá koma að 7. liða dagskrá. Það er rekstur hjúkrunarheimila. Til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum hér komin saman í dag í bæjarstjórn til að ræða rekstur hjúkrunarheimila og það er kannski löngu tímabært að við tökum þessa opnu umræðu hér í bæjarstjórn. Þetta er mál sem hefur verið mikið í umræðinu hjá okkur í gegnum tíðina. Við höfum verið alveg frá því að ég kom í bæjarstjórn verið að ræða rekstur hjúkrunarheimilina, var vegna þeirra stöðu sem að heimilin hafa verið í vegna skorts á fjármunum frá ríkinu í formi daggjalda og þetta hafa verið að gera ýmislegt og það er ætlan mín hér í dag að fara svolítið yfir þetta hér og kannski má segja fara yfir söguna í þessari umræðu. Bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir mun síðan koma hér á eftir og fara yfir þá stöðu sem við erum með málið í dag. En auðvitað það svo að þetta hafa verið, eins og ég sagði, miklar umræður og við teljum mikilvægt í dag að upplýsa stöðuna, hvernig þetta er hjá okkur og það er eins og hefur margoft komið fram í máli okkar bæjarfulltrúa að það er erfið ákvörðun að taka ákvörðun að skila rekstur öldrunarheimilina. Þar hefur unnið afskaplega gott starf og mikið af góðu og hæfu starfsfólki en hins vegar er það svo að
staðan hefur bara ekki boðið upp á það en að taka þessa ákvörðun. Ég vil svona í byrjun segja frá því að í haust, eða rétt að setja í nóvember, þá var unnin mjög góð úttekt á rekstri öldrunarheimila í Morgunblaðinu og ég ætla aðeins að bregða hér upp á skjánum tveimur myndum af svona til upplýsingar fyrir ykkur, bæði bæjarfulltrúa og bara fyrir bæjarbúa, til þess að menn svona átti sig á því hvernig rekstur hjúkrunarheimila háttað í landinu. Og þarna sjáum við sem sagt lista yfir rekstraraðila hjúkrunarheimilana. Hrafnista langstærst í rekstri hjúkrunarheimila á landinu samkvæmt þessari úttekt með 763 rými á sínum vegum. Ríkið kemur næst með 481 rými, Grund þarna rétt fyrir neðan með 463 rými. Við sjáum síðan að Akureyri þarna mjög ofarlega, við erum þarna með 171 rými samkvæmt þessari úttekt og erum þar efst sveitarfélag. Og ef við skoðum bara að sjáum hvernig sveitarfélögin eru í þessu samhengi, að þarna sjáum við sem sagt hvernig þetta skiptist á milli sveitarfélaga, þar að segja rekstur hjúkrunarheimila, og við sjáum að við erum langstærstir. Reykjavíkurborg kemur næst með 100 hjúkrunarheimili sem þeir eru með í beinu rekstri hjá sér, en við erum þarna eins og ég sagði áðan með 171 rými. Við sjáum þetta, ég gulmerkti þarna 3 önnur sveitarfélög. Það eru þau sveitarfélög sem við höfum verið í samstarfi við núna síðustu mánuði vegna þessi sveitarfélög, það er að segja Fjarðabyggð eða Eskifjörður, Vestmannaeyjar og Höfn hafa sagt upp samningu við Sjúkratryggingar líkt og við. Og ástæðan einföld að við höfum verið í erfiðleikum með þennan rekstur. Ef við kíkjum aðeins á næstu glæru þá sjáum við að við höfum verið að greiða með rekstrinum allt frá árinu 2011. Hér áður fyrr, og ég segi nú gjarnan að það var nú þegar ég byrjaði að garfa í þessu á sínum tíma sem formaður bæjarráðs og við fórum að taka þetta fyrir í okkar röðum, að þá var nú einn gamall framsóknarmaður sem hafði setið í bæjarstjórn sem sagði, já, hvað er það að hafa áhyggjur af þessu? Það kom alltaf uppgjör frá ríkinu eftir á. Það var nefnilega í gamla daga. Það var halladaggjöld, það var gert upp eftir á ef að reksturinn var ekki að ganga upp. Hins vegar alveg frá hruni hefur þetta ekki verið með þessum hætti og 2011 og til dagsins í dag þá höfum við verið að reka öldrunarheimilið eða við höfum verið að greiða með rekstri öldrunarheimilina þar að segja Akureyrarbær. Við ákváðum árinu 2015 að fara í úttekt á rekstri öldrunarheimilinu og fengum til þess KPMG. Það var náttúrulega mikilvægt fyrir okkur að reyna að átta okkur alveg á þessari stöðu. Það voru ýmsar sögusagnir að við værum að gera of mikið og þetta væri eitthvað á reiki hjá okkur, hvaða skyldur öldrunarheimili ætti að uppfylla og svo framvegis. Þannig að KPMG fór í úttekt, mjög vandað úttekt á árinu 2015 og skilaði henni í janúar byrjun árið 2016. Það sem í rauninni kom fram að við vorum í rauninni að standa undir þeirri þjónustu okkur, eða öldrunarheimili voru að standa undir þeirri þjónustu sem þeim bara að veita, samkvæmt þeim lögum og reglum sem settir eru slíka þjónustu. Hins vegar var alveg ljóst í þeirri skýrslu að daggjöld voru engan veginn að standa undir rekstri og Akureyrarbær var að borga með árlega rekstrinum. Síðan í kjölfarið var ákveðið vegna þess að við vorum þarna í áramótin 2016, það var svona þetta, við vorum ekki alveg viss hvað við ætlum að gera í þessari stöðu. Það sýndist hverjum í þessu sambandi. Það var haldinn fundur hérna með heilbrigðisráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni í september 2016 þar sem að við ræddum þessi mál. Og niðurstaða okkar beggja var sú að það væri í rauninni ekki forsvaranlegt að sveitarfélagið væri að standa í rekstri öldrunarheimila. Vegna þess einfaldlega að sveitarfélagið væri að greiða með rekstrinum af útsvarstekjum sem að væri bara ekki það sem því bæri að gera. Við ákváðum síðla árs 2016 að klára þar að segja úttekt. KPMG tók þá 2016 með og á árinu 2017 skiluðu þeir nýrri skýrslu þar sem að samantekin voru fjárframlög sveitarfélagsins með rekstrinum árinu 2012 til 2016. Í þeirri skýrslu kom fram að við höfum greitt 843 milljónir króna með rekstrinum á þessum 5 árum. Þar var búið að taka tillit til allra, eins og við segjum, það var mikla deilur eða mikið rætt hér á sínu tíma með innri leigu og annan kostnað sem að var verið að færa á öldrunarheimilin, þarna var bara búið að leiðrétta fyrir því og þetta var í rauninni sú tala nákvæmlega sem að var talað að við ríkið ætti að greiða.
Við síðan í kjölfarið sendum, á næstu glæru kemur að við sendum ríkinu kröfubréf, þar að segja heilbrigðisráðherra var send kröfubréf í byrjun árs 2018 vegna þessa þar sem að farið var fram á það að ríkið greiddi til okkar þessar 843 milljónir með vöxtum. Svar ríkisins var einfalt, nei, við greiðum þetta ekki. Á sama tíma og í rauninni í þessum máli allu þá var Garðabær með svipamál og þeir fóru í dómsmál gagnvart ríkinu og niðurstaða þess og við ákváðum það, við vorum búin að vekja upp kröfuna með þessu bréfi og ákváðum það að bíða, vera ekki að fara í dómsmál á sama tíma og Garðabær og sjá til hvernig því máli reiddi og niðurstaðan var einfaldlega svo að kröfunni var hafnað. Þannig að við áttum engin rétt á því að fá greitt aftur á bak vegna rekstrarins og það var alveg skýrt hjá ríkinu og dómstólum að það væri vegna þess að þetta væri ekki í fjárlögum, þá væri bara óheimilt að greiða þennan halla. Þannig að, og bara fjárlögin þannig að leiðandi ráða. En við höfum aftur á móti verið með ýmsa samninga. Það voru hins vegar þannig að þegar við komum að þessu og fórum að skoða þá voru bara einhver samningar og höfðu verið lausir árabil. Ég held að þeir séu bara frá 2008 sem engin samningar voru og það var gerður samningur árið 2016 sem var svona gerður af frumkvæði sambandsins og þar var ýmislegt sem átt að gera. Þetta var í rauninni 3 ára samningur, eitt af því sem átt að gera það átt að fara í skoðun á húsnæðismálum öldrunarheimila eða hjúkrunarheimila eins og þetta er kallað í landinu og það átti að fara svolítið í hvernig kostnaður væri og vinna þarna úttekt á því og samhliða átti líka að fara í það að gera upp lífeyrisskuldbindingar sveitarfélaganna vegna hjúkrunarheimila. Því ákváðum við að taka þessum samningi og undirrituðum þennan rammasamning sem gilti eins og ég segi til ársloka 2018. Ég held að ég megi segja að það hafi nú lítið út úr þessu samningi komin það að lífeyrisskuldbindingar voru gerðar upp sem var vel, en hins vegar fór lítið fyrir þessum úrbótum sem að stefnt var að. Hins vegar kom þarna aukið fjármagn inn á árunum 2016, 17 og 18 sem gerði það verkum að hallinn var ekki alveg jafn mikill á þessum árum eins og hefði ella orðið. En hins vegar var það þannig að síðan komu greiðslurnar ekkert meir og við erum bara í sömu málum í dag eins og fyrir þennan samning. Við hins vegar ákváðum árinu 2019 að gera þróunarsamning við heilbrigðisráðuneytið með því að taka upp breytingar og rekstri og einbeita eða svona, sem snerið að dagdvöl og dagþjónustu og það var svona gert bæði með það í huga að auka og bæta þjónustuna og hins vegar var svona markmið að reyna þá að ná hagkvæmari rekstri. Það má alveg segja sem svo að þessi þróunarsamningur hafi verið afskaplega góður og þar að segja þjónustan stórbatnaði sem var þó góð fyrir og þannig að það má hann tókst að því leytinu til að þessi þróunarsamningur hefur gert það verkum að svona við hefum náð til eða heimilin hafa náð til fleiri einstaklinga og geta þjónusta fleiri einstaklinga eða aldraða sem hafa þurft á þeirri þjónustu að halda sem er vel. Og í rauninni samræmi við þær svona stefnur þeirra stjórnenda sem hafa verið í öldrunarheimilin í áraraðir að reyna eins og segja þjónusta fólk í lengstu lög þannig að það þurfi ekki að leggjast inn eða koma inn á öldrunarheimilin eða hjúkrunarheimilin sem er svona síðasta úrræðið. En til að gera langa sögu stutta þá var þessum samningi, eða það var ekki sagt upp, þetta er kannski ekki rétt orðað þarna á glærinu, það var ákveðið í lok apríl á síðustu ári að framlengja ekki samningnum, þannig að við ákváðum að senda bréf til yfirvalda, bæði Sjúkratrygginga og heilbrigðisráðuneytisins 5. maí síðastliðinn þar sem við sögðumst ekki ætla að endurnýja samninginn sem að rann úr gildi þá árslok 2020. En svona aðeins til að fara yfir það hversu mikla fjármuni bærinn hefur lagt út í rekstur öldrunarheimila á liðnum árum. En svo segir áður, þá var í þessari skýrslu KPMG, þá kom fram að við vorum búin að lögðum hann út árunum 2012 til 2016 843 milljónir króna. Ég bað sviðsstjóra fjársýslusvið að fara yfir þetta vegna árunum 2017 og 2019 og reyna að nálgast þessar tölur eins og KPMG gerði. Og við sjáum það að á árunum 2017 til 2019 þá erum við að tala um að
Akureyrarbær hafi greitt með rekstrinum 480 milljónir og svona miðað við bráðabirgða uppgjör fyrir árið 2020 að teknu tilliti til alls þá er verið að gera ráð fyrir að það geti verið 400 milljónir. Þetta eru samtals rífilega 1700 milljónir eða 1,7 milljarður króna sem Akureyrarbær hefur greitt með á þessu árabili, þar að segja frá árinu 2012 til árið 2020. Og inn í þessari tölu er engin leiga vegna fasteigna. Þannig að í sjálfu sér hefur við algjörlega borið þá kostnaðinn af þeim eignarhluti í fasteignum sem við eigum inn í í öldrunarheimilum. Þannig að þetta er inn í þá sú tala 1,7 milljarður sem samkvæmt okkar útreikningum hefði átt að vera greiddur af ríkinu. Við erum núna búin að vera að vinna að því að gera rekstraráætlun fyrir árið 2021 í kjölfar þess að við ákváðum að taka yfir og vera með reksturinn fyrstu 4 mánuði ársins og reyna átt okkur á því hvernig til tækist. Við fengum auka greiðslur þar til þess að standa undir honum og Ásthildur mun fara betur yfir það hér á eftir. En okkur sýnist það að það vanti, ef við horfum á það vanti í rauninni að hátt í 400 milljónir inn í reksturinn 2021 ársgrundvelli. Við erum hins vegar að fá þarna 26.250.000 á hverju mánuði, þessa 4 mánuði sem við erum. Þannig að við munum fá svona mestu leyti upp í það sem að rekstrarniðurstaðan væntanlega verður fyrir fyrstu 4 mánuðina. Og það þýðir það að við þurfum að sýna mikið aðhald á þessum 4 mánuðum, en hins vegar er ljóst að það er ekki grundvöllur fyrir að reka öldrunarheimili með þessum fjárframlögum sem eru í daggjöldum í dag. Hins vegar er beðið eftir skýrslu sem kemur frá Gylfa Magnússyni og hóp sem var myndaður í kringum rekstur öldrunarheimila og væntingar eru náttúrulega það að meira fjármagn fáist, en hins vegar er það einlægur ásetningur okkar í bæjarstjórn að skila rekstrinum. Það er bara þannig að við getum ekki og eigum ekki að vera að greiða niður þjónustu fyrir ríkið. Og ef við aðeins bara förum yfir síðustu glæruna, þá getum við aðeins tekið þetta saman að það er þannig að ríkið ber ábyrgð á hjúkrun aldraðra og öllum rekstri hjúkrunarheimila. Það er bara svoleiðis. Daggjöldin þau duga einfaldlega ekki fyrir rekstrinu og þau eru eiginlega bara þannig að þau duga varla fyrir launum í dag. Við erum með því að greiða með rekstri öldrunarheimilanna, þá erum við í raun að ráðstafa útsvarstekjum til ríkisins og það er ekki okkar hlutverk. Við eigum ekki að gera þetta og þetta er alveg samdóma eins og ég sagði áðan. Þetta var samdómaálit mitt og fyrrverandi ráðherra Kristján Þórs á fundi hér í september 2016 og það er bara þannig að við eigum, það er ekki hlutverk okkar að standa undir þessari þjónustu. Og ekki síst en ekki síst þá bara það þannig að þegar við erum að leggja þessa fjármuni inn í þennan rekstur þá kemur það bara niður á annarri þjónustu í sveitarfélaginu. Hvort sem við lítum til þjónustu við aldraða almennt eða bara þá margþættu þjónustu sem við erum að veita hér í bænum. Þannig að mér finnst ástæða til þess að fólk sé svolítið meðvitað það af hverju við höfum gripið til þessara ráða. Það er ekki að það að okkur þykja ekki þjónustan og sú starfsemi sem að rekin og öldrunarheimilinu vera góð. Þvert á móti, það er frábær þjónusta veitt og það er frábært starfsfólk. Við sannarlega viljum að það verði öflugt starfsemi öldrunarheimilina áfram. En hins vegar getum við ekki réttlætt það að vera að greiða niður þjónustu fyrir ríkið með þessum hætti. Það er mín skoðun. Ég ætla að láta máli mínu lokið hér og þakka fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekti máls bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Akureyrarbær tilkynnti síðasta vor að rekstrarsamningur við Sjúkratryggingar Íslands hjúkrunarheimilin í bænum yrði ekki endurnýjaður, enda stóð ekki til að hækka framlög ríkisins til rekstrar hjúkrunarheimila og langvarandi og rekstrarvandi Akureyrarbæjar vegna öldrunarheimila Akureyrar er áralangur og mikill. Samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum í bæjarstjórn að endurnýja ekki samninga við ríkið. Á höfuðborgarsvæðinu eru flest hjúkrunarheimili rekin af einkaaðilum en ekki sveitarfélögunum eins og víða er á landsbyggðinni.
Auk Akureyrarbæjar hafa Vestmannaeyjabær, Höfn í Hornafirði og Fjarðabyggð ákveðið að endurnýja ekki samninga sína við ríkið rekstur hjúkrunarheimilanna. Fleiri eru að íhuga stöðu sína enda glíma flest ef ekki öll hjúkrunarheimili sem rekin eru á sveitarfélögunum við mjög alvarlegan rekstrarvanda. Undirbúningur á yfirfærslunni hófst mitt sumar eftir að Akureyrarbær kallaði eftir viðbrögðum heilbrigðisráðuneytisins og Sjúkratrygginga Íslands við ákvörðun bæjarstjórnar. Fyrst sinn miðaði verkinu vel og voru aðilar sammála að láta yfirfærsluna ganga greiðlega fyrir sig. Í ágúst var tilkynnt að HSN tæki við rekstur öldrunarheimila Akureyrar. Undirbúningur var hafinn og var haft að leiðarljósi að breytingarnar bitnuðu ekki á velferð íbúa eða stöðu starfsmanna. Var ákveðið að hafa sambærilegan hátt á og þegar heilsugæslan á Akureyri var færð yfir til ríkisins á sínum tíma, en þá var ákveðið að lög aðilaskipti myndu gilda fyrir starfsfólkið. Samþykkt var að hálfu heilbrigðisráðuneytisins og Sjúkratrygginga að lögin myndu sömuleiðis gilda við þessa yfirfærslu sem var ánægjuefni. Þannig mætti koma í veg fyrir að segja þyrfti upp starfsfólki og auglýsa störfin að nýju með tilheyrandi óþægindum. Komst vinnan á nokkurn rekspöl og var talsvert mikið í hana lagt af hálfu starfsfólks Akureyrarbæjar og Sjúkratrygginga vegna bókhaldsmála, búnaðarlista og húsnæðismála. Fundir voru haldnir með starfsfólki og stéttarfélögum og bréf varðandi yfirfærsluna send út til allra starfsmanna með upplýsingum aðilaskiptalög gildu. Í haust breyttust forsendur óvænt og var tilkynnt að HSN myndi ekki taka við rekstri öldrunarheimila Akureyrar. Engar upplýsingar voru gefnar hver ætti að taka við keflunustað HSN eða hvers vegna þessi stefnubreyting varð. Voru þetta vægt til orða tekið talsverð vonbrigði sem settu allt ferlið í uppnám. Eftir umtalsverðan eftirrekstur Akureyrarbæjar var á endanum samið framlengingu og samningu milli Akureyrarbæjar og Sjúkratrygginga Íslands. Þetta var í desember 2020 en þetta var gert eftir að Akureyrarbær leitaði til ráðherra heilbrigðismála, fjármálaráðherra og forseta Alþingis lausn mála, enda lá þá ljóst fyrir að Sjúkratryggingar gætu ekki tekið við rekstrinum í árslok. Niðurstaðan var framlenging til 4 mánuða eða til 30. apríl næstkomandi og jafnframt óskaði Akureyrarbær eftir því að strax yrði farið í að undirbúa aðilaskipti þannig að þau mættu ganga greiðlega fyrir sig. Því erindi var ekki svarað. Nú var staðan orðin sú að segja má að SÍ hafi virt Akureyrarbæ að vettugi og svarað erindum okkar seint eða alls ekki. Rétt að geta þess, eins og formaður bæjarráðs nefndi hér áðan, að Akureyrarbær fær tæpar 27 milljónir á mánuði til viðbótar við daggjöldin á þessum 4 mánuði sem sveitarfélagið mun sjá reksturinn. Allt frá því snemma í haust hafa sveitarfélögin sem höfðu sagt upp samningum rekstur hjúkrunarheimila, Akureyrarbær, Vestmannaeyjabær, Höfn og Fjarðabyggð, haft samráð sín á milli og upplýst Samband íslenskra sveitarfélaga gang viðræðna. Í desember var orðið ljóst að trúnaðarbrestur hafði orðið á milli SÍ og sveitarfélagana sem ræðir. Öll voru þau í sömu stöðu og Akureyrarbær og sum í sínu verri stöðu. Forsvarsmenn SÍ báru óljósar upplýsingar og staðhæfingar á milli aðila og var tilgangurinn augljóslega sá að pína sveitarfélögin til að halda áfram rekstri hjúkrunarheimilanna hvað sem tautaði og raulaði. Það hlýtur að teljast mjög alvarlegt þegar opinber stofnun verður uppvísa slíkum vinnubrögðum og það voru mér og starfsfólki mínu mikil vonbrigði þegar kom í ljós hvers kyns var. Ég taldi að viðræðurnar við SÍ færi fram á fullum heilindum en annað kom á daginn þegar sveitarfélögin báru saman bækur sínar og ljóst var að forstjóri SÍ bar ólíkar upplýsingar á milli aðila. Þetta hleypti eðlilega meiri hörku í samskiptin á milli annars vegar sveitarfélagana og hins vegar SÍ. Því var loks ákveðið að fá til liðs við Akureyrarbæ vanasamningamenn og gætir Heiðar Ásberg Atlason hæstaréttarlögmaður hjá Lókos lögmannsþjónustu nú hagsmuna Akureyrarbæjar gagnvart Sjúkratryggingum Íslands. Sjúkratryggingar Íslands tilkynntu loks 27. janúar síðastliðið að auglýsa ætti eftir nýjum aðilum til þess að sjá rekstur öldrunarheimila. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir hefur sveitarfélagið ekki fengið upplýsingar hvernig standa eigi að aðilaskiptum eða undirbúningi. Auglýsingin birtist í Morgunblaðinu laugardaginn 30. janúar síðastliðinn og frestur fyrir áhugasama rekstraraðila til að tilkynna sig til Sjúkratrygginga Íslands rann út í gær 15. febrúar.
Akureyrarbær hefur, eins og ég sagði áðan, ekki fengið frekari upplýsingar um nánari útfærslur eða næstu skref. Hins vegar á bærinn fund með Sjúkratryggingum á morgun og til umræðu verða helstu atriði yfirfærslunar, starfsmannamál og húsnæðismál, enda mikilvægt að fá botn í þau. Rétt að geta þess að við höfum sendt bréf til Sjúkratrygginga þar sem ítrekað hefur verið mikilvægi þess að fá upplýsingar um starfsmannamálin og hvort að hægt sé að ráða inn sumarstarfsmenn og þannig að starfsemin verði ekki öll í uppnámi. Rétt að geta þess að ef reksturinn flyst yfir til sjálfseignarstofnunar eða fyrirtækis í eigu ríkisins, gilda lög aðilaskipti sem þýðir að öll réttindi starfsmanna framseljast til nýs rekstraraðila. Nú eru rúmir 2 mánuðir þar til framlengdur samningur SÍ og Akureyrarbæjar fellur úr gildi. Ég vona svo sannarlega að Sjúkratryggingar Íslands standi í lappirnar, hnýti sem fyrst alla lausa enda og vinni með Akureyrarbæ að því að eyða þeirri óvissu sem nú ríkir um það sem koma skal. Staðan grafalvarleg og í raun óboðleg fyrir okkur öll, en ekki síst fyrir íbúa og starfsfólk hjúkrunarheimilanna. Í síðustu viku fékk allt starfsfólk öldrunarheimilanna bréf með upplýsingum um stöðuna og svo átti ég fund með stjórnendum öldrunarheimilanna þar sem við fórum yfir málin með hispurslausum hætti. Ég fer ekki í launkofa með þá skoðun mína að öll meðferð þessa máls hjá viðsemjendum okkar hefur valdið mér miklum vonbrigðum og á mínu viti alls ekki til eftirbreytni. Akureyrarbær hefur ítrekað óskað eftir svörum, ýtt á eftir því að vinnan verði kláruð og jafnframt lagt til tillögur um næstu skref. Sú vinna sem Sjúkratryggingar hófu nú bara rétt áramótin vinna sem þeir hefðu átt að hefja strax leið og við sögðum upp samningunum. En öllum óskum okkar svör hefur lítið ekki verið sinnt af hálfu Sjúkratryggingar og engar tillögur lagðar fram tímasetta áætlun svo ljúka megi málinu farsællega, þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar Rétt að geta þess að Akureyrarbær sendi áætlun viðræður strax í júlí, en því bréfi var aldrei svarað. Góðir bæjarfulltrúar, ég bjartsýn að eðlisfari og ennþá hef ég þó nokkra trú á skilvirkri íslenskri stjórnsýslu. Það ljóst að algjör gjörbreyting verður að verða á þjónustu við aldraða í landinu. Kostnaður við rekstur hjúkrunarheimila mun bara hækka á næstu árum og þjónustuþörfin aukast. Þess vegna þarf að skoða fleiri leiðir heldur en einungis rekstur hjúkrunarheimila. En því miður hefur hingað til, og þá segi ég hingað til, verið takmarkaður áhugi á málefnum aldraðra. Ég kalla því eftir stefnumótun í málaflokknum. Og þá ég að tala á landsvísu. Akureyrarbær mun hér eftir sem hingað til leggja ofuráherslu á að yfirfærslan klárist hratt og örugglega á réttum tíma. Það mikilvægast fyrir okkur öll. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Í setu minni í velferðarráði Akureyrarbæjar þá hef ég fengið töluverða innsýn í starfsemi öldrunarheimila Akureyrar. Og þar hefur bara að mínu mati verið unnið mjög gott starf sem hefur einkennst af miklu metnaði, skýrri framtíðarsýn. Og þar hefur meðal annars bara verið mikil áhersla lögð á velferðartækni og breytt fyrirkomulag á dagþjónustu eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á hér áðan. Og þessi verkefni hafa mér öll þótt bara mjög metnaðarfull og á nokkurs vafa skilað enn betri þjónustu til aldraðra. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin rakti hér áðan ástæður þess að Akureyrarbær ákvað endurnýja ekki samninginn rekstur öldrunarheimilanna og þessar ástæður eru svo sannarlega góðar og gildar og ekkert annað í stöðinni en að stíga þetta skref.
og Ásthildur bæjarstjóri fór í framhaldinu yfir þetta ferli sem málið fór í og hefur verið í. Og sú óvissa sem þessi töf á þessu máli hefur skapað stjórnendum, starfsfólki og ekki síður íbúum öldrunarheimilana með öllu óásættanleg. Og ég tek því bara heilsugar undir með bæjarstjóra að það þarf að leggja alla áherslu á það að eyða þessari óvissu sem allra fyrst og tek undir að yfirfærslan þarf endilega að klárast á þeim tíma sem að tímaramminn segir til. Takk. Það er bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini fyrir fína yfirferð og eins bæjarstjórunum okkar, henni Ásthildi. Þetta er orðið ansi löng saga og hefur komið oft til umræðu á meðan ég hef setið hér í bæjarstjórn og eflaust margir sem spyrja sig af hverju er bæjarinn ekki löngu búinn að gera þetta og eflaust einhverjir sem spyrja líka af hverju erum við að þessu. Ég tel að í máli Guðmundar Baldvins bæjarfulltrúa hér áðan hafi hann nú kannski farið vel yfir rökin fyrir því af hverju við erum komin þennan stað í dag. Þetta er orðið fullreynt. Og mér finnst það bara afar sorglegt og það veldur mér bara miklum vonbrigðum að staðan sé svona í dag að ríkið sjá ekki tækifæri í því að sveitarfélög sé að sinna þessari þjónustu. Að sveitarfélög sjá það að sinna fólkinu sínu í nærþjónustu og ná fram samlegar áhrifum í þjónustu við eldra fólk. Staðan í dag er nefnilega sú að við lifum lengur og heilbrigðara lífi heldur en kynslóðirnar á undan. Sú staða býður upp á nýjar áskoranir en líka tækifæri sem við eigum að horfa til. Ég heyrði því fleygt fram hérna einhvers staðar daginn að í dag væri sá einstaklingur fæddur sem myndi ná að lifa til 140 ára. Á síðustu 5 áratugum hafa lífslíkur við fæðingu aukist það bil 10 ár hjá körlum og konum í Evrópu. Hvað ætlum við að gera? Við þurfum nefnilega að horfa lengra fram á veginn. Við þurfum að efla heilbrigðiskerfið og umönnunarkerfið til að koma enn betur til móts við eldri borgara. Og þarna liggja klárlega tækifæri til atvinnusköpunar. Samlegar áhrifin eru gríðarlega mikil. Akureyrarbær sáum þá sínum tíma að reka heimaþjónustu og heimahjúkrun saman og þar sáum við fullt af tækifærum. Því miður fór heimahjúkrunin með heilsugæslunni á sínum tíma og við stöndum upp með heimaþjónustuna. Reykjavíkurborg hefur hins vegar tengt þetta saman og hefur farið í það að skilgreina þessi gráu svæði sem eru á milli heimaþjónustu og heimahjúkrunar og gengur vel. Þeir eru líka einnig að efla þjónustuna með endurhæfingu í heimahúsum sem gengur svakalega vel. Þetta er nefnilega viss þjónustukeðja og sum þjónusta er á ábyrgð ríkisins, svo sem rekstur á sjúkrahúsum, heilsugæslu, hjúkrunarheimilum, dagdvölum og heimahjúkrun og svo er sum á vegum sveitarfélaga eins og heimaþjónustan og félagsþjónusta og annað. Og svona til þess að flækja þetta aðeins meira þá er ekki sama þjónustan allstaðar, það er misjafnt nefnilega á milli sveitarfélaga. Við þurfum að einfalda íbúum aðgengi að upplýsingum hvað þjónustu er hægt að fá og hvar. Þannig að eitt þjónustustigi taki við af öðru. Þannig að fyrstu skrefin til að leita eftir þjónustu séu einföld. Því þetta er oft flókið og erfitt fyrir einstaklinga að viðurkenna það að þeir geti ekki gert alveg það sama og þeir gátu áður. Allt þetta getur gert fólki kleift að vera lengur heima. Að það hafi þjónustu sem er tryggð og það geti treyst á þjónustuna. Með því að byggja upp samþætta heilbrigðisþjónustu sem einblínir á að mæta þjónustöður skjólstæðinga á réttum stað á réttum tíma með viðeigandi þjónustustigi er hægt að tryggja ávinning bæði fyrir skjólstæðinga og þá aðila sem veita þjónustuna. Við sjáum til dæmis tækifæri sem að hjúkrunarheimili Akureyrarbæjar hafa gert með sveigjanlegri dagþjónustu sem vekur gríðarlega eftirtekt og ánægju þeirra sem nýta sér þjónustuna. Það er nefnilega hægt að styrkja eða þétta þjónustuna heima við eldri borgara. Umræðan málefni aldraðra hættir til að einblína á þá sem á hverjum tíma þurfa aðstoð, eru veikir eða þarf að flytja á sjúkrahús eða hjúkrunarheimili. Það er minna gert til að styrkja og styðja þá einstaklinga til að viðhalda sjálfstæði sínu
og þá umræðu þarf að styrkja og efla sérstaklega varðandi lífsgæði og aðgang að tækni. Og þar getum við hjá Akureyrarbæ aðeins skoða okkar mál. Það er nefnilega 73% aldraðra sem metur heilsufar sitt gott. 76% þeirra stunda einhverja líkamsrækt einu sinni til 2 sinnum í viku. 89% þeirra búa í eigin húsnæði. 90% undir 80 ára eiga bíl á heimilinu en vel innan við helmingu þeirra sem yfir 80 ára. Við þurfum að betrumbæta þessa keðju og gera hana sterkari. Stuðningur við heimilshald oft sú þjónusta sem fólk fær fyrst og svo eykst þjónustan og fleiri verkefni bætast við. Fólk byrjar á að sækja í félagsstarf, fær síðan akstursþjónustu og jafnvel heimsenda mat, heimaþjónustu og síðan endurhæfingu í heimahúsi eins og er gert í Reykjavík. En til gamans þá má segja það að 80% þeirra sem nýta sér þá þjónustu verða sjálfbjarga aftur. Síðan er hægt að nýta velferðartæknina og þar hafa ansi margir hlutir gerst og margt hægt að finna til þess að láta hjálpa sér við hérna daglegu þarfir, margt sem við þekkjum ekki og vitum ekki og þá þarf að koma þeim upplýsingum á framfæri. Og síðan er það dagdvöl og heimahjúkrun, hvíldarinnlögn og að lokum hjúkrunarheimili. En hjúkrunarheimili eru sótt þegar öll önnur þjónusta hefur verið fullreynd. Þessi umræða byrjaði ekki í dag og hún endar ekki á morgun. Við þurfum að fjölga fagstéttum sem koma að aðstoð eldri borgara og fjölga úrræðum fyrir eldri borgara. Það er ekki ein lausn sem leysir allt saman. Því þjónusta við eldri borgara kemur víða. Þarfirnar eru misjafnar. Ég vona svo sannarlega að ríkið komi með auki fjármagn til rekstursins og hægt sé að sinna þessari þjónustu áfram með sóma. Og samkomulag verið gert milli ríkis og sveitarfélaga hvernig megi styrkja þjónustukeðjuna enn frekar, svo við getum eflt frekar þjónustustigið við eldri borgarana okkar og gert þeim kleift að búa lengur við örugga þjónustu. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka öllum þeim sem að hafa haldið tölu hérna og fyrir það bæjarfulltrúi Guðmundur og bæjarstjóri að fara yfir þessa sögu og stöðu. Mér finnst þetta svo sorgleg staða. Mér finnst hún átakanleg og mér finnst hún sorgleg. Þessi staða og kannski þetta leikrit sem ég upplifa að við séum einhvern veginn stödd í. Þetta var ekkert að gerast í gær. Ég flutti nú örugglega fréttir af þessum málum áður en ég kom inn á þennan vettvang. Þetta voru ekki nýja fréttir, þetta var ekki ný uppgötvun og einhvern veginn tókst fólki ekki að leysa þetta mál. Og það sem ég er svo hugsi yfir eftir að hafa kynnst þessu ferli og kynnst þessu umhverfi sem við erum í er fagmennska í stjórnsýslu, traust og gagnsæi og hvernig ein höndin er upp á móti annarri úr hinum sama opinbera heimi sem að ríki og sveitarfélög eiga að vera, sem eiga að vera liðsfélagar og vinna sameiginlega að hag íbúa landsins. Og ég er í alvörunni sorgmædd að standa hérna í dag vegna þess að ég er líka þeirra trúar að ég hefði viljað sjá munum meiri þjónustu á höndum sveitarfélagana. Og ég hef trú á því að reksturinn eigi að vera í meira mæli í nærumhverfi sveitarfélagana. Heilsugæslan var á vegum sveitarfélagsins og öldrunarheimilin en núna upplifum við í bæjarstjórn að það sé ekkert annað í stöðunni en að skila. Samtalið á sér ekki stað, erindum er ekki svarað og upplifunin er einhvern veginn vanvirðing í þessu öllu saman og ógagnsæi og skilningsleysi kannski á báða bóga. Ég hef sjálf ekki setið þessa fundi þannig ég veit ekki nákvæmlega hvernig þið fara fram og þetta heyri bara það sem kemur frá okkar fólki en miðað við það að þá virðist ekki vera ríkur skilningur á milli aðila. Og þetta er það sem hefur komið mér kannski, mest á óvart er að upplifa sveitarfélögin í landinu upplifa mestu glímu sína ekki við utanaðkomandi náttúruöfl
eða heimsfaraldur eða neitt annað heldur við ríkið. Og vantraustið er algjört. Og þessi ákvörðun í dag og sem hefur verið á undanförnu að skila rekstri hjúkrunarheimilana er í rauninni algjör vantrausts yfirlýsing á hinu opinbera í málinu. Vegna þess að þrátt fyrir samtöl okkar á milli að við myndum gjarnan vilja halda rekstrinum ef það kæmu auki fjármagn, þá situr reynslu meira fólk og hristir hausinn og segir bara það er ekki hægt að treysta því. Það er bara ekki hægt. Við situm alltaf uppi með svartapétur er kannski ein algengasta setningin sem ég heyri í umræður samskipti og samninga milli ríkis og sveitarfélaga. Ég bara trúi því ekki að neinn vilji hafa þetta svona. Ég sat málþing meðal annars með heilbrigðisráðherra COVID fyrir vetur og ég lagði það nú til þá og ég geri það bara aftur. Á einhverjum tímapunkti þá þarf bara að koma og sáttasemjara milli ríkis og sveitarfélaga. Það þarf í alvöru talað einhvers staðar að setjast niður og finna út úr því hvernig við, bæði ríki og sveitarfélög, getum gert betur. Því á endanum situm við hérna núna, heilsugæslan hefur ekkert vegna vel þó að séu vonir sem standa til þess að hún verði betri núna. Stöndum við nægilegan vörð hana bara því hún fór yfir til ríkisins? Hvað verðum með eftirlit okkar og áhuga og ástríðu á málaflokknum þegar hann hverfur með sinni stjórn héðan úr sveitarfélaginu? Ég veit að við viljum öll það besta og ég vil einhvern veginn trúa því líka að það sé fólk þarna hinum megin sem að sé það líka og ég skil ekki hvernig okkur tekst ekki að gera þetta betur. Ég myndi vilja að þessi rekstur væri áfram hér en ég skil og heyri það sem að þær upplýsingar og reynslan í marg ár og áraraðir að kenna okkur. Ég myndi auðvitað vilja heyra beint frá ráðuneytinu vegna þess að eina skiptin sem ég kannski heyri beint í ráðherra til dæmis í fjölmiðlum og þetta mál hafa komið fram sjónarhorn heilbrigðisráðherra að þetta sé í rauninni ekki sjúkrahús heldur heimili. Fulltrúar okkar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og þeirra sem eru hér með okkur og okkar málsvarar segja að þetta sé bara rangt. Getum við fengið bara eitthvað staðar úr þessu skorið? Þurfum að fara í einhverjum málaferli? Hún sagði í viðtali þá ráðherra ábyrgð ríkisins á heilbrigðisþjónustu væri alveg skýr en bætir við að skilin séu hins vegar óljós og viðfangsefnið stórt og þurfa að finna góða lausn til framtíðar. Og margir bæði fjármálaráðherra og heilbrigðisráðherra hafa sagst verulega hugsi yfir því að sveitarfélögin treysti sér ekki til að reka þessar stofnanir. Og upplifunin mín í tóninum þið eru ekki nógu góð í að reka eitthvað. Á meðan við vitum alveg hvað það liggur þarna baki og alveg ástæðuna fyrir því að það er ekki áhugaði að taka yfir þær skyldur og ábyrgð sem að í þessu hlutskipti ætti sér stað. Þetta snýst laun og þetta snýst hlutskipti starfsmanna. Og mér finnst það sorglegt. Þarna erum við með starfsfólk sem ég held að sé og við öll mjög verðmætt. En þetta vantraust sem að ríkir á milli ríkis og sveitarfélaga síðan ekkert bara bitna á ekki okkur sem sitjum í þessum sal eða inn í þingsal einhvers staðar á Austurvelli. Það bitnar á þeim sem síst skyldi. Gagnsæið að því ég upplifi mikið gagnsæi í því sem við erum að gera hér og við tölum oft það, hversu mikilvægt það að við séum gagnsæi í öllu okkar starfi, að almenningur eigi rétt á upplýsingum, eigi rétt á svörum, það hamrað á leiðbeiningaskyldu og svo framvegis. En svo upplifir maður þetta ekki þegar kemur að ríkinu. Og ríki fer og gerir skýrslu vantraust á stjórnmálum og hinu opinbera, kannski að hluta til einmitt vegna þessa. Við sjáum að það farið voru miklar vonir bundnar við ný lög opinber fjármál sem áttu að skila miklum fyrirsjáanleika til lengri tíma og gagnsæi. Svo situm maður og á í samskiptum við bara jafnvel forstjóra ríkisstofnana á þessu starfsvæði og þeir yppa bara á öxlum og segja kannski komi í ljós í nóvember hvaða fjármuni þeir hafa á þessu ári til að spila úr. Þetta getur ekki verið eðlilegt. Það myndi engin deild innan Akureyrarbæjar nokkurn tímann sætta sig við þetta. Hvað þá við sem eigum að vera að fylgjast með hagsmunum okkar svæðis? Það algjörlega vonlaust átt að sjá því hver staðan og maður upplifir bara það sé verið að slá ryki í augun á manni.
En svo sitjum við þetta aldrei til auglitis öll sömul og reynum að ræða okkur niður að lausnum. En ég myndi gjarnan vilja sjá það. En ég fyrst og fremst eiginlega bara sorgmætt. Ég er bara sorgmætt yfir því að þetta sé staðan. Og ég vildi óska að við gætum einhvern veginn gert betur. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara að orðlengja þetta mikið sem að hér hefur verið rætt. Mér langar bara fyrst og fremst að hrósa bæjarstjóra fyrir hennar ræðu hér áðan og hvernig hún hefur haldið á þessu máli. Þetta er eins og við gerum okkur alveg grein fyrir, þá hefur þetta reynt mikið á okkur og ekki síst bæjarstjóra og hennar starfsfólk. Þetta er búið að vera mjög erfitt mál og þessi ferill hefur verið eiginlega bara eins og maður segir þetta er bara eiginlega ólýsanlegur ferill í þessu máli og samskipti gagnvart sjúkratryggingum hafa verið með þeim hætti að það er bara ekki boðlegt. Og ég vil bara koma hér fram að ég er mjög ánægður með hvernig bæjarstjóri hefur haldið á þessu máli fyrir okkar hönd. Við höfum skipað rekstrarráð þar sem að sitja í 2 bæjarfulltrúar, ég og bæjarfulltrúi Eva Hrund og síðan er stjóri fjársýslusviðs og 2 starfsmenn öldrunarheimilina, framkvæmdastjórinn og fjármálastjórinn og síðan hefur Halla Margrét mannauðsstjóri komið að þessari vinnu með okkur líka og við erum að reyna að vinna þetta saman og reyna að svona láta þessa hluti ganga upp. En þetta er mjög flókið ferli. Það er mjög flókið til að mynda að það liggur fyrir að þá að fara í dagvinnustyttingu hjá vaktavinnu fólki 1. maí. Til þess að það sé hægt þá þarf að fara að gera vaktaplunu og það þarf að fara að vinna í þessu. Svörin sem við höfum fengið frá sjúkratryggingum er það að við megum ekki ráða fólk. Það er ljóst að þessi breyting mun leiða til þess að það þarf að ráða ventalinn starfsfólk. Það liggur líka fyrir að það þarf að fara að ráða sumarafleysingafólk. Og við höfum líka fengið þau svör að við megum ekki aðhafast neitt. Ég hef verulegar áhyggjur núna þegar komið fram í miðjan febrúar hvernig nýjum rekstraraðila sem vonandi tekur við eða á að taka við 1. maí. Ég verulega áhyggjur hvernig hún tekst að vinna sumarið þó að það sé ekki nefn bara það. Vegna þess að allt þetta er í uppnámi. Bæjarstjórinn minntist á það að við erum að funda með, eða það verið að funda með sjúkratryggingum á morgun og vonandi komast einhverjar niðurstöðu í þessi mál. En þetta er grafalvarlegt og þetta reynir rosalega á starfsfólk. Það verður bara að segjast eins og er. Þannig að þetta er ekki bara og starfsfólk og öldrunarheimilina sem er eins og hefur margótt komið hérna fram, frábært starfsfólk er að sinna mjög góðu starfi og reksturinn allur til fyrirmyndar. Það situr með hlutin í algjöru uppnámi. Við fórum inn í það eins og kom hérna fram, við fórum inn í það strax í maí á síðasta ára að segja þessu upp til þess að það gæfist ráðrúm til þess að hægt var að gera þetta með sómarsölum hætti. Við ákveðum núna að framlengja aftur og enn gerast hlutinni með hraða snígilsins. Og enn er framkoma sjúkratrygginga með þeim hætti að við getum bara varla við unað. Og þetta er opinber stofnun. Við erum 4 sveitarfélög sem hafa verið í þessu og þau segja öll sömu söguna. Síðan stendur forstjóri sjúkratrygginga upp og reynir að verja sig með einhverjum málalengingum. Það er bara þannig að þetta er komið í pattstöðu á öllum þessum stöðum, eða minnstu 3, þar að segja hjá okkur, Höfn og Vestmannaeyjum. Og þetta reynir á í þessum samskiptum. Þetta reynir á stjórnendur hjá okkur og þetta reynir á starfsfólk, þetta reynir á íbúa og aðstandendur og þetta er hreinlega óboðlegt. Bæjarfulltrúi Hilda Jana kom ágætlega inn á það að auðvitað vildum við ekkert vera í þessari stöðu. Auðvitað ætti þetta mögulega að vera hjá okkur í nærþjónustunni. Hins vegar er það bara vandamáli að greiðslurnar eru ekki nægar og það stendur ekki undir þessu. Líka vandamál eitt er það að þegar er verið að ræða þetta og ráðherra hefur viðrað það að þetta eigi mögulega heima hjá sveitarfélögum. En það er bara þannig að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum eru bara ekkert að reka öldrunarheimili eða hjúkrunarheimili. Þannig að það þarf að gera mjög mikla strúktúrbreytingu.
Þar eru fyrirtæki eins og Eyr, Hrafnista, Grund og fleiri stórtæk. En hins vegar það þannig að út allt land þá eru sveitarfélög að reka hjúkrunarheimili og þau gera það með því að greiða með þessu. Það bara sú staðan orðin að ég held að öll sveitarfélög í landinu greiði með einhverjum hætti fyrir þessa þjónustu. Og það bara ekkert ásættanlegt. Mörg minni sveitarfélög í rauninni halda í þetta vegna þess að þetta eru kannski vinnustaðir sem skipta máli í þeirra sveitarfélögum. Og niðurgreiða þar til ríkisins til þess að halda þessu hjá sér. Það réttlætanlegt? Þessi minni sveitarfélög kannski veigra sér við að segja upp þessari þjónustu einfaldlega vegna þess að þá munum kannski flytjast burt úr þessu sveitarfélögum. Þetta er nauðung og ekkert ásættanlegt. Menn verða að gera sig grein fyrir því að sú þjónusta sem verið að veita á hjúkrunarheimilum kostar og á síðustu árum hefur hún klárlega verið að aukast vegna þess að hjúkrunarþyngd á hjúkrunarheimilum alltaf að aukast. Það alltaf að verða erfiðara vegna þess að fólk að koma síðar inn og þarf meiri þjónustu. Þetta eru hjúkrunarheimili. Og fólki þarf góða og mikla þjónustu. Og fyrir það þarf að borga. Núna sjáum við eins og ég sagði, við sjáum fram á, og það var það sem til að mynda kom fram í úttektinni sem að Morgunblaðið gerði á sínu tíma þetta, að þá voru fyrirsagnir, þetta var mjög góð úttekt vegna þess einfaldlega að þessi úttekt var gerð þegar rekstraraðilar hjúkrunarheimilanna voru að átta sig á því að daggjöld myndi ekki fylgja þeirri launaþróun sem að verða í samfélaginu. Fjárlög voru að benda til þess að daggjöldin voru ekki að hækka til samsvarandi þeirri kostnaðaraukningu sem yrði vegna launahækkana. Þannig að menn voru bara að sjá fram og það var að myndast þennan bil. Fyrirsagnirnar voru daggjöldin duga ekki, skrifað með stóru letri. Sveitarfélög á flótta. Það var nákvæmlega það sem að gerast. Og við svona kannski höfum verið alveg frá árinu 2016 hér Akureyringar í þessari stöðu. Við lögðum á stað fyrstir, Garðbæingar fóru á stað, einhvern hluta vegna náðu þeir nú að koma þessu yfir til ríkisins, þannig að þeir eru ekki lengur að reka sitt heimili. Síðan í rauninni hefur við verið svona svolítið bara kannski einir í þessu, þangað til núna. Að bara það er bara að gerast hjá öllum sveitarfélögum að þetta að verða erfiðara og erfiðara og menn bara að gefast upp. Þetta tekur ákveðin tíma og einfaldlega vegna þess að þetta ekkert léttvæg ákvörðun. Þetta ekkert gott að þurfa að taka þessa ákvörðun að láta þetta af hendi, af því auðvitað væri kannski best að við gerðum þetta. En það bara ekki réttlætanlegt heldur að láta fjármuni sem við eigum að nota til þess að útsvarstekjurnar okkar eiga ekki að renna inn í þetta. Þannig að við verðum eiginlega átt okkur á þessari stöðu. Þannig ég vona það að við náttúrulega, ég þarf ekki að, þetta er kannski eins og presturinn sem að tala yfir kórnum, að tala við ykkur bæjarfulltrúa, við þekkjum þetta mál mjög vel. En ég vona kannski einhverjir síðan út að hlusta og átta sig á þeirri stöðu sem við erum í. Við höfum fengið svona meldingar utan á bæju að við séum hvernig þetta allt saman og við höfum fundið fyrir þessa gagnrýni og ég meina það hefur skrifað blaðagreinar af starfsmönnum og fleira. Eðlilega, þeim finnst við kannski eiga og þeir kannski alveg sömu skoðunir og við, að við eigum að vera að reka þetta. En hins vegar kannski átta menn sig ekki á heildarmyndinni sem ég reyndi þó að varpa hér upp í upphafi. Að þetta ekki hægt, ákvörðun ekki einföld, en hana verður að taka og hana erum við búin að taka. Og ég vona sannarlega að Sjúkratryggingar girði sig í brók og klári þetta mál með sómasamlegum hætti. Þannig að hér verði rekstraraðili sem taki þetta við með einhverju reisn 1. maí 2021. En enn og aftur segi ég bara, við skulum bara, eins og ég segi bara, mér fannst ástæða til þess að bara taka til máls út af þessu. Ég ætla ekki að koma upp aftur, en mér fannst ástæða til þess í rauninni að segja að þetta ekkert einfalt mál og bara líka lýsa hvernig yfir því að bæjarstjórn hefur haldið á þessu máli mjög vel fyrir okkar hönd. Og við þurfum bara að krossleggja fingur og vona það besta. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmund Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svo sem eiginlega engu við þessa umræðu að bæta. Við erum öll hér sammála held ég og maður svona, þú veist, þegar maður ætla að byrja kannski á að þakka samt fyrir þessu fyrstu 2 erindi sem fóru ágætlega yfir Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi fór yfir söguna og svo bæjarstjóri hérna yfir hvernig þessar viðræður núna síðustu mánuði hafa gengið. En þegar maður hlustar á þetta, þú veist, þá er ekki svona, það er ekki lystið að maður svona fyllist einhverju bara svona bugun, það verði sorgmæntur eins og bæjarfulltrúi Hilda Einar kom inn á. Þetta er einhvern veginn svona, að því að bæjarfulltrúi Hilda Einar sagði einmitt, ég hef ekki verið á þessum fundum. Ég var á fundum 2011 og 2012 og svo var ég reyndar ekki bæjarfulltrúi þarna í einhvern tíma, en kom svo aftur inn og það er bara sama saga. Og það er þessi upplifun sem þú færð sem er einhvern veginn svona virðingarleysi eða það að það er bara ekki verið að hlusta. Þetta er ekkert rosalega flókið. Það voru alltaf þessi halladaggjöld sem að bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á hérna upphafi í samningunum. Það var bara farið yfir hvað kostar þetta, þú veist, og núllaðu reksturinn. Af því þetta átti sannarlega og er sannarlega á herðum ríkisins og það ríkið á að greiða. Við erum að greiða af skatttekjunum okkar inn í þennan sjóð og þar á að taka peninginn. Svo koma, sko, útsvarstekjurnar eru til annars. Það er fyrir skólamálin, aðra heilbrigðisþjónustu gagnvart öldruðum og svo framvegis. Þannig að það er alveg óþolandi að við einhvern veginn og á sama tíma og við erum að glíma bara við erfiðan rekstur, að þá þurfum við að taka einhverja 400 milljónir á ári í að greiða fyrir eitthvað sem á að koma úr öðrum sjóð, sem eigum líka sameiginlega. Og þetta er galin samskipti á milli ríkis og sveitarfélaga sem geta, eða virðast aldrei, geta sest niður og þú veist, mann finnst þetta einhvern veginn augljóst. Við hljótum öll að vera sammála, þetta bara stendur inn að svart á hvítu. Daggjöldin duga ekki fyrir launum, þannig að hvað þá einhverjum öðrum rekstrarkostnaði. Og þú veist, þetta þarf bara að laga. Við erum í þessu saman. Ríki og sveitarfélög eru í þessu saman. Eða við sem íbúar þessa lands, við erum í þessu saman. Þannig að þetta á ekki að vera flókið, en það virðist vera það og við erum komin út að enda. Og þetta er ekkert léttvæg ákvörðun fyrir einn eða neitt sem hér setur inni. Er ég alveg sannfærð um. Og við höfum búin að ræða hérna margoft og hefur komið fram. Ég ætla svo sem ekkert að, eins og ég segi, tek bara undir það sem hefur komið fram hérna hjá bæjarfulltrúanum sem hafa tekið til máls. Allt bara satt og rétt og maður sveiflast bara, maður er einhver svona tilfinningarlegur rússipanna vegna þess að eitt af því sem eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á, þú veist, það er þessi samþætting þjónustunnar. Auðvitað ætti þetta að vera á einni hendi og þú veist, auðvitað ætti við að vera að gera þetta einhvern veginn skynsamlega og nýta fjármunina betur og gera þetta með einhverjum öðrum hætti. En við náum aldrei að komast þangað í umræðin eins og. Og það er verið að horfa til öldrunarheimilina hérna á Akureyri með þessi, sko, með alls konar nýjungar í þjónustu. Og heilbrigðisráðherra, ég veit að, þú veist, hún er mjög imponeruð yfir því sem er að gerast hérna. Þannig að þú veist að það er verið að líta til þess en einhvern veginn náum við ekki að taka þetta á næsta level og einhvern veginn að nýta það fyrir samfélagi allt í heild og bara landið í heild. En ég ætlaði nú að enda hérna bara á að lesa upp bókun bæjarstjórnar, hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrar lýsir yfir miklum vonbrigðum með seinagang Sjúkratrygginga Íslands vegna yfirfærslu á rekstri öldrunarheimila Akureyrar. Bæjaryfirvöld ákváðu í lok apríl á síðasta ári að endurnýja ekki samninga við Sjúkratryggingar Íslands rekstur öldrunarheimila Akureyrar sem rann út 31. desember síðastliðinn og var stofnuninni og heilbrigðisráðherra tilkynnt ákvörðun bæjarins 5. maí 2020. Þessi tilkynning var send í tíma þannig að Sjúkratryggingum Íslands gæfist nægt ráðrúm til að undirbúa yfirfærsluna. Algjört ráðaleysi virðist hins vegar ríkja innan veggja Sjúkratrygginga Íslands hvað gera skuli við hjúkrunarheimili í þeim sveitarfélögum sem hafa ákveðið að endurnýja ekki samninga rekstur. Þar sem ljóst var að yfirfærsla myndi ekki klárast fyrir síðastliðin áramót tóku bæjaryfirvöld ákvörðun að framlengja samninginn til loka aprílmánaðar og veita þar með Sjúkratryggingum Íslands svigrúm til að klára málið. Það var svo fyrst nú í lok janúar sem Sjúkratryggingar Íslands auglýsti eftir nýjum rekstraraðila. Algjör óvissa er því enn ríkjandi hvert kemur til með að reka heimilin frá með 1. maí næstkomandi. En mikilvægt er að þeirri óvissu verði eitt án tafar vegna allra þeirra hluta sem hlut eiga að máli, íbúum, aðstandendum
og ekki hvað síst starfsfólki sem á rétt á að njóta öryggis og fyrirsjáanleika í starfsumhverfi sínu. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Gleym alltaf að setja þetta. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú ekki að lengja þetta mikið, það er allt komið fram í þessu máli í raun og veru. Ég undra mig samt enn og aftur á þessu sem að bæjarfulltrúi Hilda kom inn á áðan, að ég held að ríkið og sveitarfélög væri að fara í sömu átt sem þau virðast ekki gera og eiga mjög erfitt með að tala saman. Og mér finnst þetta afar sérstakt, þetta er ekkert bara í þessu máli, þetta hefur komið oft upp áður hjá okkur. Og nú erum við alltaf að tala um ríki, en ég hef nú orðið vitni að því að þegar við hittum ráðherra og við spyrjum hann eitthvað, þá segir hann, já þetta er ekki á mínu borði, þetta er á hinu ráðherranum. Þannig að ég sé nú ekki að ríkið sem slíkt vinni einu sinni vel saman, sko. Í þessu tilfelli þá er náttúrulega heilbrigðisráðherra hérna undir í þessu máli, það er alveg ljóst. Við erum alltaf að tala um Sjúkratryggingar Íslands, þeim stýrt af heilbrigðisráðherra. Hann ræður þessu máli. Við getum ekkert gert að því þó að séu slæmur starfsmaður hjá Sjúkratryggingum Íslands. Hann þarf að grípa þar inni. En mér finnst alveg ótrúlegt eins og hún hefur staðið sig vel þessi heilbrigðisráðherra, hún skuli ekki standa í lappirnar í þessu máli og klára þetta. Og ég bara trúi ekki öðru en að hún fari að taka eitthvað til sín í þessu og loka þessu máli. Hins vegar langar mig að spyrja bara til þess að fá bæjarfulltrúa Guðmund Baldvin hann upp að því að ég veit að hún finnst gaman að koma henn upp. Af hverju ósköpunum þessu var ekki skilað eftir fundin í september 2016 þegar var alveg ljóst að ráðherra taldi þetta ekki vera okkar hendi og þú ekki heldur og það var komin stór mínus þá. Af hverju fór þetta ekki þá? Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski aðeins að þessum ágæta fundi sem ég átti með Kristján, eða við áttum hér í salnum með Kristjáni Þór. Kannski ég vil ekki alveg að draga hann inn í þetta, hann hafi sagt hvað hann hafi sagt, kannski réttar bara á þeirri niðurstaða mín var á þeim fundi og auðvitað var það þannig líka að hann taldi eins og þetta væri, og eins og ég lagði þetta upp og eins og við vorum með þetta, þá tók hann undir það, en leggjum honum orð í munn í þessu sambandi. Hins vegar er það þannig að á þessu tíma þá var það þannig að við vildum gjarnan hugsa okkur til hreyfings í þessu máli, en á sama tíma var verið að vinna að uppgjöri lífeyrisskuldbindinga og sambandi var að semja við ríki ákveðna hluti, var að fá meiri fjármuni inn í öldrunarmálin á þessum tíma og það var niðurstaðan okkar var á þessum tíma svo að það væri, sko ef við værum ekki að taka þátt í þessu, þá værum við í rauninni kannski að fyrirgera okkur það að ná þessum samningum eða, lífeyrisskuldbindingarnar sem var mjög mikilvæg fyrir okkur. Þannig að það má segja að sú ákvörðun byggðist á því að við urðum að klára þessar lífeyrisskuldbindingar. Það var líka sett inn á rammasamning sem var gerður árið 2016 og náði til 3 ára og var það akkúrat eins og þú segir þarna á þessum tíma þegar við vorum að ræða þetta, að þá í rauninni var sem sagt rætt það að fara grundigt ofan í rekstur hjúkrunarheimila og reyna að átta sig á þessu þannig að það væri verið að samspil daggjalda og rekstrar þið skoðað og eins líka með húsnæðismálum. Þetta var alltaf á sama tíma og það var verið að skoða þetta. Það var heldur ekkert einfalt og það er ekkert einföld ákvörðun bæjaryfirvalda að taka eins sem við erum að taka og erum búin að taka núna. Þetta er ekkert einfalt. Við töldum okkur líka eiga möguleika á því í samhliða því að Garðabær var í málaferlum og við vorum bara eiga samtölu við lögfræðinga, þá töldum við mögulega að við ættum einhverja kröfu á ríkið varðandi uppsafnað tap. Þannig við vorum enn að vinna í því. Hins vegar svona kannski smátt og smátt þá áttum við okkur á því að þetta var bara ekki hægt. En á þessum tíma var ákvörðun tekin einfaldlega út af því að við töldum hagsmunina verið meira til þess að klára þessi lífeyrismál, þau skiptu máli. Við höfðum líka væntingar það að það myndi verða einhverja breytingar á þessu með nýjum samningi þar sem var bara talað í viðaukum samningunum
að það ætti að gera þetta og gera hitt, varðandi daggjöldin, varðandi húsnæðismálin og svo varðandi lífeyrismálin. Við töldum að þetta myndi allt saman kannski geta leitt til þess að það yrði gerð bragarbót á. Það var því miður ekki, hins vegar leystust lífeyrismálin, en það er ástæðan fyrir því að við fórum ekki út á þessum tíma. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs að segja þessar umræð lokið og þessi geta samþykkt bókunum gefið merki. Það er 11. Þá er komið að síðasta liða á dagskrá og skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í byrjun mánaðarins þá átti ég ásamt starfsfólki og formanni bæjarráðs kynningafund með fulltrúum fyrirtækis sem þróað hefur stofnframlagsverkefni til íbúðabygginga, meðal annars á Bíldudal, Sauðárkróki og Seyðisfirði. Og þetta var ákaflega áhugavert. Þetta eru hús sem eru flutt inn að norskri fyrirmynd, þannig að þetta var mjög áhugavert verkefni. Miðvikudaginn 3. febrúar þá var haldinn auka aðalfundur Arctic Mayors Forum þar sem reynt var að skyggnast inn í framtíðina. Hvað varðar stöðu þeirra ríkja sem eiga aðild að samtökunum, en það hljóp snuður á þráðinn hjá okkur nýverið þegar ljós kom að Rússar telja sig ekki geta tekið fullan þátt í starfinu og hafa óskað eftir því að vera eins konar áheyrnarfulltrúar. Fimmtudaginn 4. febrúar heimsótti ég Hlíðarfjall til þess að skoða aðstæður, en það er gríðarlega aðsókn að fjallinu þessar mundir og það var uppselt síðustu helgi og verður uppselt næstu helga líka þegar skólafrí eru á höfuðborgarsvæðinu og eins og fram hefur komið í fréttum þá fór miðasölukerfið á hliðina í gær þegar opnað var fyrir sölu á miðum helgina og í næstu viku. Og það er bara allt uppselt, það er nú bara einfaldlega þannig. En vonandi þá verður eitthvað létt á fjöldatakmörkunum því að það er einungis 25% af getu fjallsins sem er núna og vonandi verður hægt að taka á móti 50% af getu fjallsins og þá verður ekkert vandamál að taka á móti gestum sem ætla að sækja Akureyri heim í skólafríi barna á höfuðborgarsvæðinu. Þennan sama dag, 4. febrúar, þá átti ég fund með borgarstjóranum í Reykjavík og umhverfisráðherra almenningssamgöngur í landinu og þá var eigendafundur Norðurorku haldinn föstudaginn 5. febrúar. Eins og kom fram í umræðunum hér áðan, þá hefur mikill tími, orka og fyrirhöfn farið í samskipti og stundu samskiptaleysi við Sjúkratryggingar Íslands vegna fyrirhugaðrar yfirfærslu á rekstri hjúkrunarheimila í sveitarfélaginu til ríkisins. Og ég held að það hafi svo sem allt verið sagt þarna áðan en ég get alveg tekið undir það að ég er sannfærð það að það fyrir alla aðila þá þarf að vera samþætt þjónusta milli félagsþjónustu og hjúkrunarþjónustu við aldraða í landinu. Og þannig fáum við mest fyrir peningana og ég held að það skipti miklu máli að það verði farið í að skoða þjónustuna heildstætt og ekki út frá því hver á að borga, byrja á því að greina hver þjónustan á að vera og hvernig við viljum hafa þetta og síðan að ákveða hvernig greiðsluþátttökunni verður skipt. Því að ég er sannfærð að það er hægt að ná betri þjónustu, ná fram betri þjónustu á hagkvæmara verði. En eins og ég sagði ykkur áðan þá fengum við utanaðkomandi aðila lögmann frá Logos til þess að gæta hagsmuna Akureyrarbæjar og það er raun og veru algjör þrautavari að gera slíkt. Og það er ástæða fyrir því að við fáum utanaðkomandi aðila til þess að aðstoða okkur í þessu máli því að það virðist bara vera þannig að það þurfi að kalla til vana samningamenn í samskiptum við ríkið og við vorum öll sammála á sveitarfélögin sem höfum verið að vinna í þessu að slíkt sé mikilvægt. Ég vil einnig nefna eins og ég svo sem nefndi áðan 11. febrúar þá átti ég að hafa góðan fund með forstöðumönnum og stjórnendum hjá ÖA þar sem fólk var upplýst stöðu mála og afstöðu Akureyrarbæjar í öllu þessu ferli og það var afar gagnlegur fundur. Áður hafði ég sent bréf til allra starfsmanna öldrunarheimilina þar sem var farið yfir málið. Loks vil ég geta þess að þriðjudaginn 9. febrúar áttum við öflugan fund með strategíu stafnsáttarbreytingar hjá sveitarfélaginu og föstudaginn 12. febrúar var undirritað nýr samstarfssamningur við Fjölsmiðjuna það mikilvæga starf sem þar fer fram.
og þann sama dag var haldinn á Borgum mikilvægur samráðsfundur norðurslóðasamstarf á Akureyri í kjölfar þess að norðurslóðanetið var valið áhersluverkefni hjá SSNE með umtalsverðum fjárhagslegum stuðningi. Ég held að þetta séu svona helstu atriðin í verkefnum síðastliðinna 2 vikna, en eins og ég sagði áðan, meiri hlutin af mínum tíma fer í að huga að yfirfærslu á rekstri öldrunarheimilanna yfir til nýs aðila. Það hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrártæmt. Eftirtalda fundargerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. og 11. febrúar, bæjarráð 4. og 11. febrúar, frístundaráð 10. febrúar, fræðsluráð 1. febrúar, skipulagsráð 10. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 29. janúar, velferðarráð 3. febrúar. Allar þessar fundargerðir má finna á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 17:20. Takk fyrir góðan fund.